Því að klukkan orðin 4 Mötli Krúur á fónunum og FM 95 Blöður hafið sinn gang hér í fyrsta föstudeginum í október mánuði. Það fullur bátur núna. Blönduleiti ég sitt í mínu sæti. Beint á móti mér sitja bara tvær rockstjörnur ætla að segja. Egill Einarsson og Steindi Junior. Drengir, eru þið í sama gír og ég? Takk fyrir. Það eitthvað svaður gír í mér alltaf. Já, sko, ég nefnilega hafði smá áhugjur af þessum þetta. Já, og svona þegar ég lendi á þriðjudegi. Já, þegar við lendum á þriðjudegi þá sko sveimi það maður. Ég held að ég var ekkert viss að við myndum bara að lifa þetta af í rauninni. En við erum komnir aftur. Já, rockstjörnundar eins og þú segir. Og í gír sem það furðulegast að vita allt saman. Gír, það bara þannig. Það basically, það býtur ekkert áfur. Það bara komið í ljós núna. Það alltaf þannig, ef ég tek eins og bara síðasta fösta, fyrsta sinni langan tíma sem að var frí hjá mann á föstudegi sem sagt maður var ekki F95 blöð. Já. Og þess vegna maður kemur einhvern veginn bara leið og ég settist núna djöfullir í til í þetta. Já. Maður fæði bara svona heimþrá frá stúdíónu. Þið fengu gott substitute. Ég fekk Man of Many Colbs og Richard. King Richard. Já, stóður þess ekki bara vel? Jó, Richard var bara fullur svo alltaf og var hann fullur í þættinum? Já, þú veist, hann elskar að fá sig jager og það er ekki. Já. Það getur rekið mig, það passa hvað ég segi, sko. Hann hatar ekkert 56 ingredients. Nei, hann elskar það, sko. Svo kom Kolbarinn feskur inn og það var létt yfir okkur. Það gott að heyra. En við eins og Steindi sagði erum í gír þrátt fyrir, ég myndi segja breyt nervöðasta þriðjudag í langan tíma. Þetta var svona AC þriðjudagur eins og maður kallar það. Já, þau eru ekki að... Nefn að var actually gleðu helgina en ekki einhver drungi í Atlantic City viðbjöður. Þau eru ekki að renna eins yfir helgina. Það nú ekki allir sem kannski vita hvað við komum með þetta. Við vorum nú ekki bara á kójufyllir í hérna heima. Nei, það var... Vorum erlendis. Fertugsamlegi á konunni í London. Og ég veit ekki hvort að þetta fari eitthvað mikið yfir það. Ég spyrir mig allt. Nei, já, við erum þannig menn. Við bara rennum yfir þetta. Þú veist þetta góða punktur á blöð að, þú veist, á þriðjudaginn ég var ekki við sem myndi að lifa þennan þriðjudag af. Nei. Sko. En það er vanlega svona AC feelingur. Já. Og það er eftir ógeð. Þetta var entertaining shit sem við vorum að gera. Já, þetta var frábær helgi. Þú farið hræðilega þriðjudag og hræðilega mjög. Ég er endara svona 25% núna, sko. Ég á eftir svona 67 daga ég verið 100%, sko. Egil talaði ekki manna Því mér, ég á ekki breykið þetta lengur. Þú sagðir ekki annað úti heldur en hérna bara, þú komst undir timminn, sko, og varst bara stundið og kotaði sinna. Núna er ég að vera mér, fjölskyldur minni, vinum mínum og samstagsfélögum til skamma. Ég horfði á því, þú veist bara basically að taka lag í karaoke eða eitthvað, það skal gera neitt, sko. Ég hitti fólk sem að sagðist bara að sko, það var þund að horfa á stóriði hjá manni, samt var maður ekki að dæla mikið að inn, sko. Já, sko, málið er þegar ég sá daginn eftir að það var stóri hjá mér, það sem ég er að labba hann Streets of London með grím, sveppi bara með grím. Fyrsta lagi, hver bjóð þess að grímu til og akkur endur við með grímum og með grímin og öfugt á það líka. Já, sko, allt er náttúrulega með Sims og þannig. Það voru eitthvað 2 kaninur og refur og það er sérstætt, sko. Egil fekk loksins að fara á The Box. Já. Herru, það stóð upp úr. Það var crazy, sko. Það var, sko, smá ferðarsaga svona. Við förum út á laugardegi í London. Það var ammalið á konuðinni sem var geggja. Það var matur og stemning og allt þetta. Og okkar maður Dusey frá New York við getum orðað hann er vel tengdu maður. Já. Af því að þetta er mjög exclusive staður. Hann trúði enginn, hann sagði þetta veri sko one time in history þar sem er hægt að græja 35 manns inn á The Box. Já. Sem er svona mest exclusive bara skemmtistaður í heimi, hann er í New York og London. Og ég svona það er vesen að græja 2 gæinn 35, það er bara ekki hægt. Við hvetjum bara hlustendur til að googla hann á staðins og það voru skrýtnir hlutir þar inni. En hvernig lýsir þessu staðina? Þú veist, ég meina, þetta er skemmtistaður. En hann er í laginu eins og einhvers konar svona bara eins og ljónagrifja. Það er bara svið. Já. Og það er alltaf einhverju gjörningar á 20 mínúna fresti. Svo allt í hennu getur bara Madonna eða Lady Gaga poppað inn. Þetta er... En gjörningarnir voru, viljið eitthvað fara yfir þá? Við vorum bara með flöskuborð þannig. Ég, sko, The Box er í móðu hjá mér. Þú mátt fara yfir gjörningar. Að far þú yfir gjörningarna sem voru í gangi? Já, ég meina, þú veist, við hljóttum að geta sagt hvað gekk að ná. Þú veist, ég meina Já, maður stætti því, já, ég man eftir hvað minnur, við erum bara allt í móðu hér, allt kvöldið. Þetta var svona pínu að koma atriðin á milli, eins og munið söngkona, hún var sturgluð, hún var bara geggjuð sem kom hana. En svo koma atriðin á milli
sem að basically mér leið eins og ég væri að horfa á bara real time kortmunduru frekar. Já. Ég ekki að grínast. Nei. Bara sem dagskrárliður í FNÍFN blöð, bara kortmunduru frekar. Já. Láta einhvern míga í glas, setja túrtapaður onni og hann drekku það eða, og þetta voru hlutindir sem voru í gangi þannig. Já, og þetta var spes, en það furðulega við þetta var að þetta er svona leikhús. Já. Mjög spes leikhús, en þetta er leikhús og það furðulega við að það var bara svo mikil stemning í gangi. Ég veit það, svo veist, það var engin eitthvað. Svo allt í henni kemur eitthvað ljósasjó og sturlu tónlist og svo bara kemur eitthvað geggju söngkona og það var bara eitthvað allt í gangi og skrítið dæmið mann. Já, þetta er helviti merkilegt. Það er fyrir fólk sem langar að fara á stað. Er það hægt? Ég held að þú þurfur að þekka eitthvað sko. Getur ekki keypt þig hann inn? Nei. Þarftu bara að þekka einhvern? Ég held það sé málið sko. Á þess að fullir það. Ég mátti að Dúsjei var útskýrað fyrir SMS-i sem að sendi á vinn sinni í New York. Já, hann sendi, ég þarf að komast inn í the box. Need a favor. Já, hann bara, hann sagði I need a favor, hann síndi mér SMS-i. I need a favor, hann bara how many? Og hann skrifaði 35 og kom lol, how many? Og hann bara I'm actually talking real shit now. 35 people. Helviti, þú veist það er lol, how many? Ég menn það væri leiðilegt að þurfa að retta 35 manns inn á það er bara vesinn bara hérna í bæ B5 eða eitthvað. Það er bara vesinn. Það væri alveg bara þetta var að taka það síðan. En svo á hann líka einhverja bestu línu sem ég heyrt lengi því að hann var umvaðinn, þú segir sem sagt bara vætur uppalinn New York og tala með svona mesta Brooklyn hreim bara, þetta er snillingur og er búið að vera einn besti vinnu konu minnar í 30 ára eða 25 ára eitthvað og hann sagði við mig þegar hann var að fara á þriðjudeginum hann sagði orðuréttum ég skrifaði þetta niður svo ég myndi ekki klúðra þessa lína því ég hló svo mikið hann sagði bara I've been partying with people all over the world since I remember myself. You guys are different breed. You are animals. Hann sagði aldrei hafa lent í öðru eins og að djamma með Íslendingum 35 manns. Hann sagði þetta bara eitthvað sem ég mun ekki gleyma. Nei, þetta er bara eitthvað grín. Ég held að þetta sé ekki tengist ekki okkur beint sko. Ég held að þetta sé líka bara Íslendingar. Já, ég held að Íslendingar bara upp til hópa. Við erum bara bólurinn og ég held að ég hef spurt ykkur einhvern mann í blöðkastinu þetta bara við eða, þetta ekki bara Íslendingar þegar komast erlendis við breytum þess bara í einhver villidýr Íslendingarnir drekka bara mjög stíft og þú veist, ég meina það er líka ástæði fyrir, ég meina bjórinn kom seint og þú veist, það eru við erum ennþá á eyju og það er alltaf kalt hérna við erum catching up við erum náttúrulega ekki kannski þróuð og önnu lönd sko í þessu, þú veist, ég meina Jú, ég meina þetta finnur svona stemningu annar staðar en svona bara kaninn, venjuleg kani hann fer bara út og fæði sér 2-3 koktela Já, þú sást nú bara fer svo og hefur bara kósi og spjallaði vinni sín og fer svo bara heim til sín Serðu bara munin á liðinni ammálinu hjá konunum minni þeir sem voru frá Íslandi og þeir sem voru ekki frá Íslandi Það var allir einhvern veginn bara svona dannar og feskir svo eru Íslandingarnir bara, við erum bara rugl Ég sá Kös taka að þetta var borð sem hann græjaði fyrir okkur og það er bara flöskuborð og risa flaska, þú veist, þá komum flaska eftir flaska koma. Ég sá Kös halda á sér flösku, þau þurfti bæði og við nota báðar hendur í það sko. Þetta var þannig flöskur. Ég sá hann oft halda, bara drekka stút. Bara, ég leitir hægri og ég sá hann bara drekka stút. Og ég bara, hvað er að gerast hérna? Og svo réttir hann mig bara flöskuna og látur það fæmi svo bæni Það gerir bara Íslandingar Þetta er ekki, ég á ekki að vera svona sko. En djöfullar það gaman Já, við erum nokkuð að fara yfir hvað gekk að ná Er þetta ekki bara, fólk getur þetta var bara stemming Já, svo farið ég einhverja partirútu sem var geggjuð Ég hveti eða einhverja frá halda ammali eða stekkinu eitthvað í London Tjekkja á partibus, tjekkja hefða rúta sem að er Það var þetta partibus Það var, hún var geggjuð Það var bara stútfulla reik og kargigræður og ég leit aldrei út á gluggan Ég geti verið bara söðakrokki og rúnt í hringi þar sko Hann var leta alltaf, hann stoppaði hjá öllum svona landmarks Nei, ég sagði þetta sama við Sigurni Ég sagði, veistu það ég fór aldrei, ég labbaði aldrei í London Ég fór bara af einum stað yfir á næsta Það var náttúrulega bara þétt dagskrá frá fyrstu sekundu Ég hefði alveg geta verið bara hér að gera þetta Ég hefði ekki þurft að vera í útlöndum Jú, náttúrulega til að fara á því Og röstlaður öllum út í hópmyndina Nei, það var bara bílstunni Já, það fórum við hans út Þá sá maður sá London í ykkur að 60 sekundur Við sáum London að 67, 8 sekundur 8 sekundur bara, já
I had a hell of a time Já, þetta var aðeins Ég er hættur að drekka enda núna sko En I had a hell of a time Minnum við svolítið á Þú ert á ferð Instagraminu mínu með bjór sko Akkur er þetta að ljúa sjálfu þér að hlusta þetta Þetta minnum við svolítið á eina ferð sem ég fór í til Danmerkur einu sinni Fór ég heimsækja vinn minn í Horsens að bjóð þar með fjölskyldinni Aldrei líka svo ammali við ferð til Horsens að hitta Ég er ekki að líka Hljómar er svo shithole sko Ég er ekki að líka ammali við Horsens En við fór þangað Það er stutt frá Árhúsu Þú veit, í hálftíma keyri yfir eða eitthvað svona Við fórum 4 félagar Fórum til hans á 50 Svo bara vorum við í garðinum Fínt veður og svona Vorum að södra og hendum á grilla og eitthvað Vöknum og fengum okkur afréttara Og festust í garðinum Svo lögadinum festust við bara í garðinum Svo sundag fór bara heim Ég flög bara út til Danmerkur Var í garðinum hjá honum Og fór heim Bara allan tíman Ég fór bara, ég sá aldrei Ég labbaði ekki út fyrir bara garðin Það fórst ekki svona veitingastað Ekki veitingastað og ekki neitt Ég sá ekki strætó eða neitt Svo ég var bara í garði Hæ, sjást ekki strætó? Nei, ég sá ekki neitt Þetta myndi mig svolítið á það Bara Íslendingur Já, það er einn besta verð sem ég verður Talandi ammaliðdrengir Það er einn af okkar bestu mönnum Verðum með honum á 50 Hjörpi K. Ammalið dama Já, Congrats Til lukkum daginn Hann er með þess að halda upp ammalið sitt Hvað, Katalínu þegar ekki? Já, ég meina hann verður að Með Dr. Fútbol Það gengur ekki að vera lítill eftir London Þú vart ammál á föstudegi veitu hvað okkur ekki bóðið þetta ammali Okkur var búið En við bara með þáttina saman tíma Við ætlum að vera með radio show Það er ammalið Dr. Fútbol Ætlaði að fara á eftir? Nei, þetta er ekki bara rólegt Nei, ég hugsa ég er svona Seti tappan í aðeins í smásnunduna Það er ekki Svo í mig þá Erst þú að fara í þetta? I'm retired nú Það er ekkert verra en svona þinga bæði bara þegar þið líður illa á líkama og sál og svo er þér illt í hálsin Það er það versta, þú bara vont að borða og vont að drekka Það, er ég ekki á nágættu núna? Við vorum á skemmta bara í gerðkvöldi Já, hvernig verður það líka? En við erum með, þrusu þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Þar ber hæst að strákarnir í Ice Guys er á leiðinni og ekki bara á leiðinni. Þeir eru að fara að taka lagið í fyrsta sinn, allir saman acoustic. Já. Þannig Það er ekki rosalegt. Já, það verður stórt sko. Stingi inn í steinin og... Hvernig komast allir þessi gæjar í þetta stúdíu hérna? Sko þegar ég byrja að syngja þá þurfum við allir að fara af mækon. Ég þarf bara að færa mig John Johnson, hann er hann ekki svona fyrirlið hópsins, hann kemur í mitt sæti og... Basically the captain sko. Þeir þurfa alla 5 mækana sem eru inni því að þeir eru að fara að syngja. Það er rosalegt. Já, það er nefnilega stemming. Og náttúrulega þátturinn þeirra er sýndur í kvöld. Já. Það er frumsýningadagur. Fyrsti þáttur, þetta er stór dagur hjá þeim. Já. Við erum með splunkunni, hann klefahandi ykkur og það er nýjasti liðurinn þar sem við Steindir hringjum í fólk og þykjumst að vera að sjá okkur skít inn á hverfisgrúpun á Facebook. Já. Við erum svona að beða fólk að peppa okkur þar inni því að við erum í vesinni. Já, bara fara inn og smellinu like og peppa og... Já, það var nýtt tvist í dag. Ég fekk að velja hvað var vesinni að Steinda og Steindi fekk að velja hvað var vesinni mitt inn á Facebook-grúpinu. Hvað var það að segja um okkur? Viltu rífíla hvað ég valdi fyrir þig? Nei, ekki bara svona halda þessu lengur. Þetta er allavega ekki 100. Nei, þetta er svolítið nýtt. Þetta er nýtt. Spurningkefni Gilsarans, ég spurði nú bara rétt áður og löpum og kollegan áðan, hvað var það? King of Benders. Og þegar við vorum að koma einu og erum allir núna retired. Já, Benders. Þetta var okkar síðasta Bender. Það er svona gaman að taka þetta. Það var aldrei aftur við stæfum. Hver átti besta rönnið áður við hættum? Ég hugsa bara það, ég er búin að eiga fínt rann í þessu. Ég bara er ágættur. Já, ég minna svona, það er ekki Bender að fara í pottin með rauðvin sko. Nei, ég er talað að þetta var old fashion Bender. Reynda mest þú að vera fullur og þú mannst eftir öll á the box. Það er svona mörkjum að það verið frekar rólegur sko. Ég er til að leggja Bender skónum á hilluna. Bara að leggja þeim. Já, þetta er búið. Er Bender, þannig er þau þriðja degin? Það er nokkru dagar í röð. Verður það ekki að vera 3? Verður meira en 2. Þetta var lau, sun, mán, 3. Nei, 3, fórum heim á 3. Já, ég veist, ég skal eiginlega skráði þann daginn niður sko. Já, sko, Egil, hann var það þunnur á 3. dögunum. Ég veit ekki hvort ég megi segja frá þessu. Hann fór inn á klósett með bjór og reynda þamban til að liða betur. Það var eiginlega bara, þetta var búið. Hann sendir mynd í tjatti. Ég er bara eftir á klost. Ég held að það var að djóka. Og ég fekk sko frábæru hugmynd. Og þegar ég hugsaði að það var í frút. Og þegar ég var Berlínundaginn, það var ekkert vesinn. Þannig ég bara áttum að þetta er ekki þið sem dræði mig í The Benders. Þið tveir eru þeirra stikk frí núna. Því ég var með ykkur þar. Þetta er ekki þið. Og það gæti ég bara vatna í alla mótna. Ripper, talvan, svara e-mailum, hlusta og stera tónlist. Allir dagar byrjuðu þannig. Ekkert vesinn. Fóð með sér gimmið í Berlín. Þetta var ekki eins. Þetta var ekki sama ferð. Ég hugsaði fyrir ferður. Ég bóka bara með client svona mið. Tróðfyllti daginn hjá mér á mið.
Aldrei, það var erfið að setja á ræðum minnum Sá dagur sko Og greið það client sem hittum með hann á miðvikudaginn. Og sagður henni liðið illa Ég er bara fólk er með augu og eyru og Sunnudagurinn í London var þannig að Egill bara, hann ráfaði bara Ég veit, ég var 05:45 á mið wake up call Þannig að það er bara, veist Við getum, hvað ætlar að væli yfir þessu allan þáttin? Þetta væli yfir þessu fyrstu 20 mínútur Bendir er búinn Sturlaða staðreyndir er á sínu stað Fellow Kids, How to do Fellow Kids. Svo kikið Múkisson á okkur líka. Þannig að það er, já, bara nóg að Gestagangur og stemning. Bara, það kemur svo mikið óvart að ég sé í svona góðum gýri þennan föstudaginn. Þess vegna verður þú mögulega King of Benders í dag. Já, sveinu það. Ok, þú ert samt líklegri blöð sko. Ég er til að taka bara þann titil. En við ætlum að opna þetta lagi sem að gerði nú allt vitlaust í rútunni í London. Þetta er Queen, Raka Gísla maður. Takk. Þetta eru Grýlunar með Sisi. Djúvill er þetta gott lag maður. Þetta er bara eitt besta lag allar tíma. Það er bara þannig. Já, svei með þá. En þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, það er eiginlega bara komið að slúðri. Hversu mikil töffari er Raka Gísla? Þetta er, ég sagði það úti, þetta er mesta legend allar tíma. Já. Það er engin svalari heldur Raka Gísla á Íslandi. Nei Bara, ég er saman. Hún er svo mikið snilling. Egil mættur? Egil mættur aftur hérna. Við erum með, ég er með ágætis pakkandi ykkur, drengir. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Ég ætla að byrja að segja frá partí ársins í Bandaríkjunum sem var haldið í Atlantic City. Já, follow-up. Já, smá follow-up. En James Bond þema. Já, allt heitasta fólkið virðist ennþá flykkjast til AC því að þarna voru Kim Kardashian, Tom Brady og fleiri. Við fjöllum þetta fyrr fyrir daginn og svona það markverðasta í þessu er að Tom Brady og Kim Kardashian fóru að keppast sama málverkið eftir listamannin George Condo buði bæði $2 milljónir Það slást það? Já, og Tom Brady fór eitthvað aðeins yfir þannig að gaurinn ákveða að mála annað handa Kim Kardashian þannig að þau fá bæði málverk eftir hann. Það er rosalegt en veitu, var ekki Brady alveg komin ræklet á hausinn eftir allt Bitcoin aðeins? Já, ekki, hann var alltaf Það fór hann ekki alveg allar myndirnar, Hello og allt. Hann var að kaupa alltaf að lista Það er að droppa eitthvað, en ég minna hann er glæði. Það fór Tom Brady, það er bara staðfest að hann fór all in í krypto og fór á hausinn. Það var eitthvað eins og FTX þarna með Sam Bankman-Fried sem er núna in a world of shit. Okay. Já, hann fór inn í einhvern sjóð þarna. Já, en ég finna gott að hann sé bara hann bara svona basically gera það saman og ég svona treyst agli, maður ætti að fara hlutabréf og svo bara hvarða. Já, svo ertu bara 50% niður og Nei, maður þú ert ekki farin í zero ennþá sko. Nei, það gerist. Þetta kemur tilbaka. Það gerist. Ég er með diamond hands og ég mun halda þessu. Já, en sko kvöldið skilaði háum fjárhæðum, það var söfnust 3,3 miljardar íslenska króna. Já. Og vil fólk meina að þetta hefði verið bara eitt besta kvöldi í AC sem við strákarnir vorum þarna. Sko, þetta var á hóteli sem við vorum á síðast, ekki? Já, það er rosalegt. Já, svo er það Þetta er leiðilegt hótelsamt. Já. Maður svo langt upp í herbyggi. Það er þetta komast í gassina. Öyrinn og Svo er sko næsta slúður, drengir. Það var ekki það, ég var í einhverju tímaþröng. Það er bara lítið að frétta. En fjölmiðlar velta núna fyrir sig hvort að Cruz Beckham, sonur Davids Beckham og Victoria sé hættum í kærustunni sinni fyrirsætinu Tönu Holding. Þetta er svolítið sorglegum og leimaður. Já, sant, þetta byrja vel. Það var frumsýning á Beckham á Netflix sem að ég by the way byrjaði á og geggja. Já, þetta er búið með 2. Það er vist high quality shit. Já, þetta er mjög gott. En hins og hann mætti einn. Já, hann mætti einn. Þá var að veltaði fyrir enn og hún bara var með þetta flug eða nefndi ekki. Nei, það var líka eitthvað daginn og hún mætti ekki. En það er ekki neitt verið tilkynnt í þessum málum. En Brooklyn Beckham, hann mætti með eiginkonu sinni Nicola Peltz. Og sem betur fyrir þau ekki saman því að hann er með tattoo af augum ömmunar allan líkamann sem er viðbjöður. Er þetta ekki eitthvað mynd sem Beckham gerir sjálfur? Nei, þetta er bara, sko það er flott í þessu. Hann treysti bara leikstjórunum. Það er ógeðslega fyndið að í fyrsta þætti þá var hann spurður, ok, þegar þú byrjar með Victoria og öll þessi aðtekli eitthvað, breytið þér eitthvað, hann segir no. Svo komið strax klippt á Alex Ferguson, he changed eitthvað, veist það. Ég held að hann hef ekki verið með eitthvað svona puttan á þessum bara. Ég held að hann hef bara gefið honum sitt frelsi með myndina, fattur Já. Svipað Bubbi bara með nýju líf.
Byrju, en þetta ekki, ég ætla að þetta væri mynd eftir hann. Nei, hann ekkert að leikst. Hvað heldur að David Beckham getur leikstýrt mynd sjálfan sig það? Þetta bara heimilt að mynd hann í 4 þáttum. Hann ekki að framleiða þetta okkar? Það var rosalega ef hann væri director. Nei, hann þetta á hann í þetta nafni hans. Það var rosalega blöð, myndi direct heimildamyndin blöð. Það væri viðbyrð. Er það ekki rosalega heimildamynd? Ef ég myndi leikstýra myndinu sjálfa mig, það þið sennilega versta og ógeðslegasta sjálfsháttíð allra tíma á Íslandi. Þú myndir alltaf að byrja bara á því að þú lendir á þyrlu fyrir bakari og Söðarkróki. Hvað hýttir þessi mynd? Það hýttir bara Beckham og hættu, þú dettur bara út og fer að leita ykkur. Við erum að tala ég sá að vera bendit like Beckham. Nei, það allt önnur bíómynd. Það ekki nýtt sétt sko. En ég myndi ekki, og það sama Steinda og þig, það ekkert bara ég. Enginn af okkur ætti að leikstýra sinni eigin heimildamynd sko. Nei, það nefnilega, var það ekki Kevin Hart sem gerði það? Já, það var viðbjöð. Það var alltaf dæmilegt, var það ekki bara eitthvað hann að tala hvað hann var í frábæður og... Já, þú átt að fá bara allt rugglið þannig inn. Svo ef ykkur fannst þetta lélugu mólið, drengir. Násta fín. Já, var hann ekki alltaf lagi? Jú, mjög fín. En þá var Selena Gomez, hún var að afhjúpa hvers vegna hún hætti að fylgja Dua Lipa á Instagram. Mál er að unfollower eitthvað hot celebrity, þá það bara frétt. Já, finna risa frétt og hún var bara núna fyrst að segja í viðtali við Fast Company að þetta var slys. Ég var bara einhvað að taka til á Instagraminu mínu og svo hringdi einhver í mig og spurði hvað gerðist milli þín og Dua. En hún samt það sem skrítið í þessu. Lagst hún í takkan? Nei, þetta nefnilega skrítið í þessu að hún unfollowaði líka Gigi og Bella Hadid og söngurann Zayn Malik sem var í One Direction. Þannig að það enginn að segja mér þetta sé eitthvað slys. Það eitthvað next celebrity beef sko. Og með eitthvað 10-12 cold refreshing beverages hérna og bara vakna það eftir. Ekki getur viðdæmt það. Þú varst fjölskyldun og samsáttfélögum til skammar hérna í London. Þetta Selena Gomez ég ekkert að því sko. Nei, það er bara harri, ég skil þetta. En finna það var akkurat það sem ég ætlaði að fara að ræða spáði bara ef einhver á svona kaliber eins og Selena Gomez, hvað einhver að vakta bara, einhver sem tjekka bara hverjum degi, ok, hún ennþá að followa þannig, hvernig veit? Ég held að fólk spotti þetta ángri svona 5 sekúndur setna. Já, en hvernig? Bara, þú sérðu bara, þú opna bara, ég opna bara. Erst þú að kíkja á Instagram-reikningu einhverjum að sjá bara og gera ennþá að followa, ennþá að followa og hjálpa eða? Já, fólk bara flettis upp. Það alveg galið dæmi. Það rosalegt. Og þegar þetta, hún er hvað, 430M, veist. Já, en þú þarft að fara inn á. Það þarf að fletta bara gegnum 400 milljónir og tjekka á þessu. Nei, hún follower ekki það marga sko. Hún er kannski að followa sjálf bara. Ég held að Selena Gomez ég ekki með follow me, I follow back, gamla góða sko. Like fyrir like. Nei, þú veist það er góð regla. Hún er samt örugglega að elta eitthvað 500 manns eða 1000 manns eða eitthvað. Er hún bara heima þess að kíkja? Hún er að elta bara 260 manns. Það er mjög auðvelt að trakka það sko. Hún er bara að elta hot celebrity, hún er ekki alltaf eitt lagamann sko. Bara smá svona láta ykkur vita David Beckham framleiti myndina. Auðvitað, en það þýr ekki að leikstýrinni. Það er glata sko. Nei, hann er ekki að fá peningin á. Þetta er nafn, þetta er bara æfisa hans. Þetta er eins og, veist, Sóli Holm skrifa æfisögu Herran Hnetusmjör. Hvað er það? Á Herran Hnetusmjör þá ekki að fá hluti af. Nei, ég er að segja framleiðandinn, hann horfir náttúrulega yfir myndina. Og ræður hvað er inn og út. Hann tekur final call sko. Hann gaf leikstýrunum hvað kallast þetta? Frelsi. Hann þarf þetta að segja það. Ég sé að hún er að followa Dua Lipa núna. Já, ég er búin að smetla á þetta, þannig að það er staðfest, þannig að hún er gott follow sko. Já, ok. Þannig að celebrity beef er búið í rauninni. Talandi það leika, drengir, hafið þið unfollow eitthvað á Insta? Ekki nefnum bara margar skóli gegn og eitthvað bara sem að þú kannski áttar ekki á okkur og rakst í takkan á sína tíma eða bara þekkir ekki eða eitthvað. Kannski eitthvað, já, getur verið eitthvað en ekki þú svo þekkir og eða ég hef alveg séð fólk nefnilega bara svona sem ég bara byttu þá hef ég pottitt bara verið í þú veist, skoða notifications eitthvað ítt á follow eða ég held að follow er hellinga leiðið óvart sko. Ég hef aldrei tekið upp á því eitthvað en að unfollow eitthvað nei, gera þessi búið fuck you want sko. Skrítið að pæla þessu röð. Nei, þetta var slúðupakkinn og var þetta ekki brákjættur? Jú, þú komst ekkert inn á að fyrstu myndina frá Joker-myndin eru komnar út, Lady Gaga er mætt. Já, það er stort. Sko, mér fannst Joker síðast að mér fannst hann geggjuð sko. Já, og ég held að hún sé líka bara hárrétt kast í þetta. Já, Lady Gaga er one of my favorites. En við skuldum auglýsingar og já, svo förum við hér í
hverfisgrúpuna á Facebook, nýr liður hér í FM 95 Blöð. Fyrir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við Steindi eru konir í klefan, góða. Hér líður okkur vel, höfum ekki verið hérna núna í 2 vikur. Nei. Og það er komið að, já þetta er svona nýjasti liður FM 95 Blöð. Hverfisgrúpan. Það er hverfisgrúpan á Facebook og við ringjum í bara einhver nöfn í, já finnum bara eitthvað á já.is, sjáum hvað götu þið búi og þykjumst búi í sömu götu og það sé eitthvað vesinn í gangi á hverfisgrúpunni. Já, það er náttúrulega vesinn í gangi á öllum hverfisgrúpum bara at all times sko. Já, það er alltaf eitthvað í gangi. Kannski ekki alveg svona vesinn eins og við erum að takla en það er alltaf eitthvað vesinn, það er alltaf eitthvað tínt eða þú veist, það er alltaf eitthvað. Já. En við erum með svolítið annað í gangi í dag. Við ætlum að vera með nýtt tvist í þessu. Við höfum svolítið verið að vinna með hundin eitthvað, sést þarna eitthvað fyll í hundi. En nú þú færð að velja fyrir mig af hverju ég er að syngja í eitthvað nota hverfisgrúpunni og ég fæ að velja af hverju þú ert að syngja í eitthvað nota hverfisgrúpunni. Já, ég nefnilega er tilbúin með mitt og ég væri til í að henda því á því núna. Og ég að byrja. Mér finnst þetta allt í lagi að byrja, þetta er svo óþægilegt, það er svo gott að vera búinn. Ég er bara spenntur að heyra hvernig hún tæklar þetta því að ég er konceptið þitt er að þú ert Peeping Tom. Bara svona perri á glöggum. Ekki tendilega bara það er nákvæmlega sem Peeping Tom er. Já, bara þú veist, eina sem þú þarft að koma inn á er að þarft að afsaka kíkin og kleinumringin. Það verður það bara komið í lokilega eitthvað herru. Þetta er bara challenge. Já, ég er Peeping Tom. Já. Ok, Peeping Tom í hverfisgrúpunni. Já, hlakka til hvernig þú ætlar að leysa. Já, þetta verður ógeðslega óþælt. En maður sjá, finna hérna eitthvað. Það er ákveðin ég með nafnið. Tilbúin. Já. Halló. Freysi. Já. Blessaður, þetta er Alexi Birgis hérna. Þetta er hann Alex hérna. Já. Í guttunni, ég ætla að tekka, varstu búin að heyra það, varstu búin að sjá hann inn á hverfisgrúpun okkar á Facebook sem hann verið að posta með það? Nei, ég er ekki á Facebook. Ok, en ferði ekkert inn á hverfisgrúpun okkar? Nei. Ok, þá var verið að posta einhverjum algjörum viðbjóðum mig. Ég sé búin að vera að labba hérna á glugga hjá fólki að hérna í mýrum að horfa á þau og fjallaði með eitthvað. Það er bara ekki máli, ég er að leita kettinu mínum sko. Já. Og hann slapp. Já. Og það kom hann inn inn á síðunni að ég var eitthvað á glugga pervertinum. Já, ég er bara Alexi. Já. Þannig ég er svona að reyna að ringja bara hérna í fólki í göttinu og segja liðina, ég sé hvorki pervert ný einhver Peeping Tom sko. Já. Ég er bara ekki hert af þessu og Nei, það er nú gott, þetta er algjör helvítið stæla maður. Já. Og það er svo leiðilegt að maður lendir í ykkur svona bulli. Já, það er vant að ná því á sig aftur, það er einhvern veginn. Já, ég veit að allt sem fer á neti er. Já, neti, ég var náttúrulega bara ekkert að stara inn glugga til þess að vera að reyna að sjá fólk. Ég var að reyna að finna köttin sko pjása. Já, hvernig er hann litin? Svona snjóhvítur bara, svona heimilisköttur. Já, allhvítur. Já, gengur undir nafninu Pjási. Já. Svo var eitthvað, náðast líka eitthvað myndað mér hérna í bílnum með kíki, en það var bara því ég var að reyna að tjekka hvort hann væri eitthvað staðar, bara hérna fyrir ofan sko. Já. Svo hélt ég á kleinuring og það var nú ekkert svo sem að hjálpa mér hérna á þessari mynd. Það var hérna kíki á kleinuring og stara hérna í hverjunu sko. Nei. Ég bara held af fyrst núna og enginn ekki, ég er náttúrulega ekki teitt marga svo leið en ég er bara ekki eitt minnast á það. Nei, en ef þú heyrir í einhver, maður mátti segja og heyrst í Alexi og hérna að þú trúir mér og ég sé enginn perverst og ég hef ekki trúið því. Þetta er bara svona stundum. Já, þetta er leðilegt. En ekki það, maður sá sem alveg svo sem hellinga einhverju skemmtilegu stöfi þegar maður var aðna á rúðunni, við kynna það nú. Já. En ég var alltaf að leita kettin. Allt í lagi. Já, ok. Ég ætlaði bara að syngja fólk í göttinni þannig að það haldi ekki að sé einhver viðbjóðslegu perverst að labba hérna að starra inn um glugga. Ég er bara að leita kissu. Ok, takk fyrir þetta og takk fyrir að taka svona vel í þetta. Ef ég fór á gluggan hjá þér, ég manna ekki, ég var aðeins komin í Jagr, en ef ég voru þínu glugga þá var það bara út af þessu. Já, ok. En getur þú farið inn á Facebook síðuna
og sagt bara þetta sé bull. Ég bara ekkert á Facebook. Nei, ég að segja við hjálpa þér að adda þér að inn og búin til nafn og... Nei, ég bara fer ekki á Facebook og ég bara... Þannig að segja, ef það væri bara fyrir þetta til að segja að Alex bara topp... Það bara mitt motto og ég bara fer ekki á Facebook. Já, en ég að segja, þú þarft ekki einu svona að vera á þínu nafni, bara ef þú segna inn á Facebook, ferðin í grúppuna og segja bara að Alex topp náði. Nei, ég bara... Og það er verið að tala við. Ég hef ekki sett orð á... Nei, ég að segja, þú þarft ekki að setja litt status eða neitt addan ennum vinum en bara að læka fæsluna mína því ég var að segja að þetta væri miskilningur. Nei, ég bara fer ekki inn á neti. Þú gerir það fyrir kalli. Ég skrá aldrei neitt. Nei, Var þetta komið á bland líka? Nei, ég bara fer ekkert inn á... Nei, ég blanda mér ekkert inn á... minni persónu inn á neti, það ég bara ekki til. Nei, ok, en það verður bara að þú hefði getað gert það bara fyrir mig þarna. Já, nei, ég vil bara vera þannig að ég sé ósýnilegur á neti. En ertu á Twitter eða? Nei, engu. Nei, ok. Ég er bara með símanúmer. Ég skil, ok. Og mér finnst bara leiðilegt að fólk getur ekki svarað síma þegar ringja ef ég ykkur fyrirtæki og þau vilja fá tölvupóst. Mér finnst það bara hundleiðilegt. Ég skil. Ég talaði fólk, annars ég bara ekkert að Nei, ég var bara að hugsa myndi fara inn og segja bara að þú heyrti kallinum og læka fæsluna minna og skrif undir bara þú toppmaður, ég heyrði þér að hann eitthvað. Já. Nei, það er ekki lengur. Ok, takk samt að það. Ok, bye. Þetta er svo mikið. Herri, ég var ánægð með þetta er gamli hann nennir ekki eins og senda tölvupóst. Nei, hann nennir, þú veist, hann vildi bara sýnda. Hann nennir ekki tölvu. Já, ég nenni ekki að vera út allt á netin eitthvað röfla og bara ef þið viljið tala um mig, þá ringur þú bara í mig. Já, hann var ekki að fara að adda sér á Facebook til þess að hjálpa kallinum en eina jákvæði þetta er að það er svo gott að vera búinn stengur. Já, ég veit það er nefnilega fínt að byrja í þessu sko. Það er nefnilega gott sko. Nú komum að þér. Já, hvað er ég að fara að gera sama eða hvað ég gera? Nei, það gengur saga að þú að vera að flassa. Jesús almáttur. Það er eitthvað flassari. Þú er tilbúin? Já. Ok, það er þetta. Já. Já, Egill. Já, sæll og blessaður. Þröstur heiti ég og ég ætla að aðtöga ég er að hringi fólki inn í göttunni. Varst þú búin að sjá Facebook-postin inn á grúpunni? Veitu hvaða grúpu? Inn á Facebookinu? Hvað? Hverfisgrúpuna? Hverfisgrúpu hvað? Hverfisgrúpuna sem við erum í öll inn í göttunni á Stekkum. Á Stekkum? Já, ég bý núna upp á Mikladalsvegi. Já, ok, þannig að þú ert ekkert ennþá inn í... Nei, það er bara að vera að kalla mann öllum illum nöfnum hann inn í maður. Ég ætla svona aðtöðast ég geti fengið smá bakkup hann frá þér sko. Já, svoleiðis, en ég er ekki einu sinni inn á þessu af því að ég er löngu fluttur á Stekkunum. Já, ég skil, það er að kalla mig eitthvað flassara. Já, ég fór út með rusli í fyrra dag og hendi mig bara eitthvað ryggfrakka sem ég erði þarna frænda mínum og það kom eitthvað vindkustur. Já, ok. Já, það blæðist það aðeins frá og það var akkurat fólk í göngutúr og það öskraði eitthvað upp og sett inn post þarna og þetta er eitthvað skrítið, þetta var þetta bara óefni. Lítið mánum maður. Já, þannig að... Hvar býrðu það aftur? Ég er nú bara hérna á Stekkunum en það númer 18 sko. Já, og svo var þetta bara Já, þú fluttir alltaf. Já, þannig að ég er alveg utan við á Stekkunum sko. Sonur minn er þarna. Já, ég þyrfti nú kannski að heyra í honum upp og að fá smá bakkup hann. Þyrfti bara að fá, ég var að setja inn að það kommenta að þetta væri mann engin flassari sko. Við ætlaði að reyna að fá einhver likes á þetta, klína nokkur likes á þetta og fá smá bakkup. En svo var ekkert að hjálpa daginn, það var einhver sem var að sá mig þarna allan út í remólaði þarna líka fyrir utan sko. Já, með eitthvað pulsuparti og sullaði ég með öllu remólaðinu og eða femma búr fötunum og allar henda með til tönnu og það var náttúrulega labba alltaf einhver fram í það. Það var ég bara í reykrakku. Já. Ég er að reyna átt að mig á þér, býttu við. Stekkar 18, það er það hotnhúsi? Já, það er þetta, maður er á hotninu bara. Já, fyrir neðangötu, já. Já, svo náttúrulega runnadæmið, maður getur náttúrulega útskýrt það líka, sko.
Já. Þá var maður bara að leita ánamökkum fyrir veiði og fannst eins og að væri skóa, ég held að vera eitthvað skóamítill á mér og þetta hendi ég frakkarum niður og þá náttúrulega þá fullt af fólki maður allir öskrandi eitthvað, ég veit ekki hvað og hvað maður Hvaða tíl? Já, sko lítið málum maður. Já, ég skil ekki því sem það var að kalla maður bara flassara út af þessu öllu saman sko Já, anskotin. Það var bara hann svo var hann í rigningunum líka maður hljópa niður göttuna daginn með allt fráhaf bara mýgandir ég ekki sé svona erlend rigning sko ég hef aldrei séð þetta á þessu ég ætlaði bara svona taka þetta inn og bara svo gott viður út og ég skildi Já, það er ekki sem að sé að flassa Nei, akkurat. Nei, þú veist maður stekkur bara út í jakkanum og Já. Já. Nákvæmlega. Já, svo var náttúrulega ekkert að hjálpa maður með flaggaði hálfa allan tíman að það með það er nú bara náttúra í manni náttúrulega Jú. Já, þannig að þú ert ekkert að dinni til að baka mig upp Nei, ég ekki þannig. Nei, anskotin ég ætlaði að biðja þeim að henda kannski inn að það bara Já, svolítið. Já, segja bara, þú veist Þorsteinn Cox hérna á Hornhúsinu topp maður og Já, akkurat. Heyrðu bara, takk fyrir þetta og hérna ég held áfram að ringja Heyrðu, ok. Já, já, bæ Þetta er svo gauðsinn Þetta er ekki hægt Hvað var maður að gera þegar Ég veit það ekki. Þú veist, þetta var bara nettasti gæi sem ég tala við Já, hann bara hvað er þetta? Já, og bara Má það ekkert leikur maður? Nei, og fannst, hann var bara góðu gæi Það var ekki takt að fara eitthvað Þú veist, ég held maður myndi Hann var ekkert að fara að döða sko. Nei, þú veist, ekki neitt Nei Þetta var hverfisgrúpan í dag Sko, ég þurfum að fara aftur í hundina Hundin er eina sem virkar Þetta við það Já, það getur verið Já, þetta var allavega, ég hefði gaman að þessu og eins og við segjum, voruð þið líka einn alvöru klassíker hérna The Next Episode, þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Já, sturla Hversu góðar, sko, báða dreiplöðuna voru svakalega, sko Já, þetta er bara, they don't make them like they used to, sko Það er svolítið henni Já, en það styttist hér í rosalegt dæmi þar sem að Æskast er að fara að syngja akústik í fyrsta sinn í útvarpi Akkurat Og við erum vel peppaðir drengirnir, þeir eru að tínast einn af einum En sko þetta eru myndalegir drengir Ég sé sexy boy mættur Já, en það er við hæfi, drengir Svonur okkar er mættur Það er við hæfi að fara úr Drey yfir í MOP MOP, er það ekki? Eða farið það núna? Er það ekki bara? Já, ertu hrættur að við sleppum þessari kenni? Já, þið með ekki gleyminni, þetta er How Do You Do Fellow Kids Ok, sko Hvernig, Egill hefur eiginlega aldrei átt breyk í þér? Ég kannski ná jafn til einhvern tímann Nei, þú vannst, drengur Já, ég veit það Já, Herra okkar, þá bara setjum við þetta á gerum ekki lítið úr Ég því bara vann með þetta með núna blöð, sko Þarna, má hækkið það Kannski farið í andliti núna að vera með tvestók Föstu dagblöð, botna þetta Þarna Yes, yes, þarna Já, Ok, drengir ég er staðin upp, ég er tilbúin Já, Ég er ekki að sitja þá nei, við stöndum allir upp, drengir, í þessu Þetta er ekki flókið, þið þekkir reglurnar How do you do fellow kids og þetta er allt saman frasar frá hlustendum og ekki bara hlustendum, þetta er hlustendum sem eru á tánum Þetta má ekki samt vera svona frá hlustundu sem þeir eru búin að búa til Þetta þarf að vera eitthvað sem er í gangi Yfirleitt með þetta þannig að ef ég er að fá sama frasan frá nokkrum þá veit ég hann er legit og þetta eru þannig frasar í dag Þetta er líka bara gott fyrir eldra fólki sem er að hlusta Það er svona að læra hvernig á að tala Já, ég meina Like the young cool kids Eldra liða og núna bara leggja bílnum fara til kant og ná í bara glósubókina Herru drengir, how do you do fellow kids 5 spurningar eins og alltaf Ég er með 7, ég þarf að sikta út Gerða það á leiðinni Fyrsta spurning og ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu Ég ætla bara að setja ykkur inn í aðstæður Við erum niður í bæ Búin að borða Erum eitthvað að þvælast og búin að fara kannski og splittinu G og eitthvað svona Algjör púki komin Einn í hópnu segir, drengir Er þetta fla? Er þetta fla? Er þetta fla? Já Að Rauður Blöndal? Er þetta flaska eða? Það er hárið! Það þýðir fla
Eina Það er sem að er- flaska sig upp. Eina sem er skrítið þessu hjá The Young Cool Kid Já. Það munar ekkit rosalega miklu að segja fla eða flaska Þú ert Nei. ekki að spara mikið þarna sko En málið er Hversu að- latur ertu, þú nefnir ekki að segja flaska Einmitt, en málið er það að fla þýðir basically að flaska sig upp En originally var þetta fla er F Já, það þýðir að flaska sig upp á auto Það er originalinn en fla er bara núna ef að hendi fla Herru, Það veitum það. 1-0 fyrir Það var fla í London Öndablöðum á fla, það er Nokkrar drengir, nokkrar Herru, næsti frasi hann ljóma svona Hvað þýðir frasin að fá sér Jackson? Að fá sér Jackson Býtur, hvor var undan? Ég er blöðsnegri sko Varst þú eiginlega? Ég ætla að gefa allir þetta, þið voru það nálega Ég ætla að gefa bara allir þetta Þetta hlýtur að vera að fá sér blöð Það sleiku blöð fara niður á blöð Niður á blöð, já, það er ekki Að fá sér Jackson Það er ekki fá sér Jackson Hvað er þetta? Hvað er að þér? Að fara niður á blöð? Það er ekki fá sér Jackson Fari sleik Hási Jackson, þetta er bara skrítnasta sem ég heilt Herru, þetta er bara Þetta er ískaldur sko Bara, Jésús Þetta helst þú verið með þetta Fari sleikur Ég held að þetta væri bara að fá sér Jack Daniels Já, Blöð ískaldur líka Nei, mitt var skárra það ekki þeir eru báðir ískaldir En þetta er eiginlega frekar erfitt Að fá sér Jackson sem þýðir Michael Jackson Já, sko sem þýðir ég með það. Nei, Já, ég vissi það alveg Strákar, að Foxy Jackson sem þýðir Michael Jackson sem þýðir Thriller sem þýðir þriðjudagur sem þýðir þriðjudagstilboð á Dominos Ok, vá, hvað þetta er flókinn maður Það er bara fucking long shot Hvernig, ertu eitthvað Það var ekki sjens að giska á Það þetta var rugglaði liðar að Basically, ef það er þriðjudagur þá er það bara, hey, ég var hendi Jackson þá ertu að tala um Michael Jackson Thriller Já, þriðjudagur ég náði því, sko Þetta er bara þriðjudagstilboð vel flókið sér Þetta er þriðjudagstilboð á Dominos Kæri nelt þetta er ok áfram Þetta er bara eins og þetta er Hvað þýðir frasin að vera keksaður? Auðun Blöndal Bara rugglaður Það er hárið Það er hárið Hvað er að gerast þetta? Það er rosalega róli Jesus maður Hvað er staðan er? Það er bara 2-0 Það er bara 2-0 er bara tvær spurningar eftir. Þú getur bara að jafna Ok, ég ætla að jafna þetta Ok Hvað Það taka þýðir sensi núna Þið veitir hvað ópost þýðir Ég ætla bara hérna minni ykkur á það Pós var Minnið hvað er Oh, pós? piece of shit Nei, pós Pause Piece of shit Já, piece of shit Ópós var Old piece of shit Já, en hvað þýðir spós? Ég ætla að búin að rétta Ég þetta verð Hvað sagður þið? Spós Þú veist, ekki Ok. ópós Oh, piece of shit Spós Sexy piece of shit Wow, hvað er mikilvægt maður En er þetta ný regla? Máttu rétt upp hönd og samt kláraði spurningum Þú ætti að hægt að tala þá Ég veit sko Kannst ekki vera að spyrja þetta Nú þarf ég samt að tala bara við Svolítið dómnefndir það hansleikur sko, ég meina Já, ég meina Ég er því náður punktin Shit Ok, 2-1. Og svo Það er er bara mjög sáttur í punkt smá common knowledge líka Þá er D Dopos Það er drunk old piece of shit Það voru við í London Við vorum dópost Já, við vorum basically dopos En það var að síðasta Þessi er nefnilega rosaleg Hvað þýðir frasin Vodkius Auðun Blöndal Vodki Celsius Það er 3-2 Þetta var hann Þetta er gastu klúður Ég er a master of words Þetta er Þetta var gastu þetta klúður 3-1 Bara, já ekki breykið inn að lið Þú hefur drukkið að drikk margóttur fram að mig Já, ég elskan En Jesus, frammeist maður. muni kalla hann Vodkis Hanskotin sjálfum Vodki Celsius Þetta var alvöru keppni Það styttist hér í Æskæst, þeir eru komnir í hús Við ætlum í auglýsingar fyrst og svo eru við að fara að fá Akústik útgáfi hér af lagið með Æskæst Þetta verður stjórnlega, ég hlakka til að heyra Stingin í síðasta steininn. saman Já, Stingin í stein Hörru til aðmikið blöð Já, takk fyrir það, ég actually fíla þetta Ég þurfti eitt svona sigur í lífinu núna Sveimið Það er hárið þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og ég held að bara stúdíóið hjá okkur í 12 ár hefur aldrei verið jafn krátið og nákvæmlega núna Þeir eru allir mættir Þeir eru mættir hérna Æskæst, hvernig eru þið So icy Icy baby. Sko, til að byrja bara, er ekki fyrsti þátturinn, hvað, er hann í kvöld Hann er komin á Sjóma Símons Premium. Ok. Og þetta er ekki línulegri. Þannig að hann er bara dottin inn, fyrsti þáttur er komin. Þannig að fólk getur bara að græja þáttin í gang bara ASAP. Þannig að veistlan er byrjuð Hann datt inn sko klukkan 6 í morgun Sexy Sexy Roo eða?
Þetta var ógslag sexy í morgun sko. En fyrir klukkan 7 þá voru ég og Frikki búin að fá SMS frá pappa. Hann er búin að horfa á hann sko. Þetta er alveg stuðningur sko. Var pappi sáttur? Hann var sáttur sko. Hann ágjör meira mömmu sko. Mögulega kemur hún fyrir í sem fyrsta þætti sko. Við mistum á frumsýningunni, þannig að ég er að fara að taka hann í kvöld í sófanum. Já, við vorum uppteknir í London, en ég tekið það sjálfur líka á eftir og mjög peppaður. Hvernig sko, mjög svo fyndið að núna ég þekki ykkur allir einhvern veginn einstaklingar, mér líður svo lókið, ég er að tala við ykkur sem hljómsveitina Ice Guys, það er allt sem grilla eitthvað. Hvernig hefur hópurðu það? Hvað viltu vita? Hver er svona, hver er erfiðastur í hópnum? Það er Átni. Ég er ekki að grína. Átni sann sé eitthvað. Hann er sann svo steikt. Það er bara ógeðslega góð stemning í hópum sko. Er þetta ekki fyrsta sinn, ég var ekkert að ljúga hérna á hann, þetta er fyrsta sinn sem að þeir eru að fara að syngja þetta saman akústik í útvarpið, ekki? Við erum svolítið spari sko. Við erum ekkert eitthvað út allt, skiluru. Nei, það er þetta líka önnur góð spurning, því að ég var ekkert búin að undirbúa þetta viðtal, ég var bara hlakkað til að fá okkur. Verið að hlera ykkur að koma saman eins og fyrir ásáttíðir og annað? Það hlýtur að vera helviti dýr pakki að fá bara hérna dýrustu tónlistamenn landsins alltaf saman. Basically unbookable sko. Við erum unbookable. Við settum upp e-mail sem er eitthvað bókanrætt@iceguys.is eitthvað og það kom eitthvað svona, fengum melding á Instagram eitthvað, ég var að senda ykkur post og ég fekk það bara í hausinn. Við erum ekki svona nefnt að laga sko. Við erum meira ekkert að koma fram. Það er bara 16. des í Kaplakrika og það er bara alveg að fekka að það geti bókað ykkur og that's about it. Það er þetta rándýrt. Já. Hann er að vera maður, við erum bara unbookable. En við erum alveg til í samtali en þá þurfti að vera fundur, þú veist, þurfti að vera lunch, skilur, setjast niður. Það þurfti að vera kamerur á staðnum að mynda. Þetta er ekki tímsfundur sko. Það þurfti helst að fljúa okkur út á fund. Við erum ekki að tala um í the thousands, við erum að tala um í the millions. Ein spurning, hvernig varst að vinna með Hennes og fekk einhver að heyra það, tók að stresskastið, panikaðan, öskraðan á fólk, skýrslu, takk. Fáru að tala um Hannes Þór Halldórsson. Þetta er náttúrulega sko Allavík sem að Hannes Þór Halldórsson á samt fleiri góða mönnum, Hannes Þór og Allan, Hannes Ara og Allan. Þetta er náttúrulega bara, því líki toppnáungar og þú veist, þeir eru algjörðu töframenn sko, af því að þú veist, við vorum að taka þetta upp og það er rosalega metnaður í þessu verkefni, þú veist, þetta er tekið upp eins og bíómynd, en að því sögðu þá er sko eftirvinnslan algjörlega í þeirra höndum og ég verð að segja fyrir mitt leiti að þetta fór fram á mínum sko björstustu væntingum, bara sjáta þetta á Allavík sko. Já, það er náttúrulega helviti þægilegt að geta klára bara tökur og svo byrja að vinna hjá þeim sem að láta ykkur líta vel út sko. Það þekki Steindi og Egil vel sko. Herru, Rúrik, gaman að sjá þig síðan síðast, ég hef aldrei séð þig sko, Rúrik var að dansa, sexy dansa fyrir allt afmæli í rútu. Þetta er rosalega þetta sem ég sé. That man has some moves. Er eitthvað sem þessi gæi getur ekki? Það er bara góð spurning, eitthvað sem getur ekki. Góðu hvað ég skemmt mér vel, takk fyrir mig. Já, þetta var veisla, djúðlega gaman. Sko, hvernig er þetta núna? Allir að komast það bara fyrir, því að ég er á ógeðslega peppar að heyra ykkur syngja. Strákarnir taka bara mækana. Já, þeir taka það bara alla mæka. Algjörlega. Og líka fólk, ef að fólk er að bruna eitthvað inn á núna tix.is að kaupa á tónleikana, ekki gera það strax, hlustið frekar á lagi og gera það eftir. Veitu hvað við? Fáu þessa útgáfu á tónleikunum í Kaplakrika? Gætu þetta að gera það, við þurfum að fylla upp í þetta prógram einhvern veginn. Sko, ég sé strax, svona, maður sér alveg hver er yngstur í hópnum, það er sonur okkar Aron Kahn, hann er ekki búin að segja orð síðan og komið inn. Hvernig hefur Sölvi búið það? Við erum allir á svipuðum aldri. Við erum bara Ice Guys. Já, þetta er bara eitt band. Ég er bara geggjaður, þetta er búið að vera ógeðslega gaman, þetta er búið að vera bara skemmtilegasta verkefni sem ég hef tekið þátt í. Bara æðislegt. Og hvernig gengur föðurhlutverki? Dásanlegt. Bara geggjað sko. Þannig að það sér þetta, hann er með svona New Daddy smile. Upp að safna smá skeggir. Sko, er það ekki bara best núna, Jón, að þú komir bara hérna og takir alveg við bara mínum mic, maður sjá, og Jón, ég bara geður hérna orðin. Herru, já, við ætlum að taka lag sem er eiginlega bara þjóðina sko, bara stingið inn í steinin sko. Þannig að við erum að fá smá reverb á strákana. Halló Hei Geðu okkur tónin Það byrja á að kapella bara. Já, ekki? Já. Greit. 1, 2, 3, 4
Stingið henn í steinin, því þessi fegurð glæpur. Hún áhugar heiminn minn, alla daga, alla nætur. Stingið henn í steinin, því þessi fegurð glæpur. Hún áhugar heiminn minn, alla daga, alla nætur. Stingið henn í steinin, framleggjast Jesus, það er að grína. Þetta var alvöru Ice Guys Acoustic hér í FN 95 blöð. Ekki bara hugulegir. Nei, djúvöld var þetta gott maður, drengir. Heiður að fá okkur. Og bara hvað, við erum svo margir. Hvernig er helgin? Menn út allt. Við dýrkum ykkur svo mikið og hlustum svo mikið hann á þátt sko. Já, það er gæðveikt að koma hérna. Ég hugsa að helgin byrja bara því. Hlusta aftur á þennan. Þú hlustar á okkur þá þetta er running. Já, hvenær droppar þessi inn? Strax? Bara strax á vísi Getur fyrir beint heim að hlusta. Við förum heim og tökum þáttinn, þú tekur þennan þátt og allt þetta. Gæðveikt. Herðu þetta bara drengir, það var svo mikil heiður að fá okkur og hlaktilega að hóra þáttinn er komin inn, svo er það tix.is fyrir miðasöluna í Kaplakrika. Ég held að það þurfi ekki að segja neinum Íslending að þetta verður alvöru sjó því að þessi menn kunna. Það er fjölskyldusjó líka fyrir daginn, þannig að það er allir aldursópa velkonir. Já, greiðslíka sjó líka. Bara tjekkið á þessu, við ætlum að fara eitt lag hér og svo förum við í spurningkeppni Gilsarans og það er vist King of Bender. Hver væri líklegastur af Ice Guys að vinna King of Bender? Það er náttúrulega eitt sem er hættur, eitt sem er aldrei drukkið, þannig annarkort fríki. Sexy boy. Já, ég var með honum. Ég meina við vorum á Bender með honum. Samt var Rúrik svona eins og vinir hennar frá Bandaríkjunum, mætti alltaf niður í okkur flottum fötum, bara eins og hann væri nýra, menn að við komum að eins og lík. Hann er svona, hann er international. Ég rökt inn á herbyggin til hans með að kaffi og ætlaði bara að hitta hann í eitt bjór og eitthvað svona aðeins frá niður og hann var í engu nema Versace. Það var kosturinn við þeirri tökum sko, að skiptum búning skilur, það var geðvikt að vera alltaf að skiptum gallamar, Rúrik alltaf. Er einhver að eitthvað komin í Versace eins og hann? Nei, við erum að pappa. Við erum að skoða þetta. Ríða okkur í gang. Það er fáið með eitt lag svo fyrir spurningkeppni Gilsarans. Drengir, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Frábæri, takk aðeinslega. Það held ég að þeir að hlusta hér á FN 95 blöð á FN 957 allt í hennu bara svona orkan minkar aðeins í stúdíunum þó við séum í gýr en þetta er alveg partíð í kringum þessa drengi. Mikið fólki endinni. Já, bara superstars. Já, og þetta er sko, eins og segir sko, það eru svakaleg orka sem kemur með þeim. Já, þetta er stórstjórnum við þökkum Jóhannes í tæknimanni, hann var hérna á reverbi og öllu, allt upp á 10. Það hljómaði helviti vel. Já, þetta var geggjað. Professionals. Úr alvöru professionals yfir í trúðslæt aftur því að það er komið að King of, hvað, Bender, spurningkeppni Gilsarans. Já, við vorum að Bender. Já. Í miður. Já, ég veit ekki, þetta er ekkert keppni sem maður ætti að vilja vinna en það er svo alveg samátt í vinnana. Sko málið er að ég var með þessa keppni í mæ. Nú, ok, ég man ekki eftir þér. Já, ég veit eðlilega ekki, við erum talking shit í einhver einstu viku. Það er stikt hvað erum að gera. Þetta er vantilega nýja spurningar, ekki? Já, ég fletti þeim upp, sko, ég passa aldrei með akkurat sömur, sko. Nei, en Blöð vann það 3-1. Okay. Það var eitthvað í gangi, það var eitthvað Amsterdam og eitthvað koncept í gangi og það var eitthvað með eitthvað Bender. Þannig að ég er favorite í dag. Nei, við erum nefnilega svolítið, nú erum við svolítið jafnir því við erum að koma bara saman frá London sko. Reyndar. Og svo líka veltastu ef menn eru hreinskilnir, skilur, ég veit aldrei einhvern veginn. Mér finnst strax ætti bara að vera punktur eða úr sandi lagið, það er jam í kvöld. Það er enda sko, það er bara að vera strax, herðu, ok. Skulum ekki vera klína. Hvað segir maður í jammi kvöld? Það er bara að það er jammi kvöld og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og það er Bender. Það ætti alveg að vera, getur setta undir. En er ekki skrítið. Það ætti alveg að vera Bender. Skulum ekki byrja að klína punktum áður en keppnin byrjar. Mér finnst það ætti að vera. Máli er, ég hlusta á uppbyggilega gagnrýni, Stefnur. Þannig að ég ætla að bæta það við spurningu. Samdir þú lagið Jam í kvöld? Það er það grín. Þú ert komið punkt. Og það er komið þetta undir. What a song. Svaraði hvað Já, við getum orðað þannig að þetta var í steindunum okkar. Bent á náttúrulega sko bent samt í lagið skilur við líka. Ég veit ekki, þú ert ekki einn í svona tím. Gefðu honum punktinn. King Geiri líka þarna. Já, ég meina, jú. En þeir eru bara ekki að keppa. Það er 1-0 fyrir Stóni. Það komið mjög margir að þessu, en að, nei. Blöð og trailing. Ég ætla að reyna að ná mig tilbaka. Ok, myndu þú segja
að þú væri að goddamn veteran í bendurum. Já, það er bara eitthvað sem ég hef tekið eftir. Já, maður verður að Það er alveg sama hversu bygglaður, sköllóttur og ógeðslegur ég næ að setja drikkóni með ef ég ellendist í góðum hóp. Það er bara þannig. Þetta er þú jafn harður? Já, ég bara, já. Hann getur ekki svarað neina öðru. Hann er jafn harður. Svo kom eitthvað híkandi, svo væri að segja ég ætla bara að segja já. Bara jafn harður? Já, ég held að Ég held að sem er bara því miður, bara ágættir í þessu. Ok, 2-1 fyrir Stóni að þá. Gætur þú held í því í kvöld? Ég gæti það, já. En ég hef engan áhugaði. Ég er sammála, ég gæti það, en áhugi 0. Þannig að, en til dæmis hefði þessi keppni verið á þriðjudaginn, þá ég bara að væri ekki glæta ég hefði getað. Ekki miðvikudaginn heldur. Nei. Og ekki fimmtudaginn. Ég sko, ég svaraði þetta, jú, reyndar eftir preppið, jú, líklega var svarað já, sko. Ég vaknaði morgun, nei. Sko, það er 3-2 fyrir Stóni. Þetta er enda svolítið gefispunktur, en fokkitt, ertu nýkomin af Bender? Já. Þú veist það, þú veist með Þú ert bara basically að nota tækifæri til að segja þessu með Jú. En sko, allt sem við erum búin að svara fyrir utan að semja jam í kvöld á viðum eigi líka. Ég veit það. Ég ætla að segja ef það kemur einhver spurning sem ekki við Ég reyndar að sko, getur held í því kvöld. Ég er ekki alveg 100, ég er meira auðmík en þið. Þú sagðir í London að þú væri veteran í þessu. Já, ég veit, en síðan er ég alltaf bara, ég fatta eftir og ég er bara við. Þú leiður rennur að þig. Ef þú myndir fá 56 ingredients núna, Það bjargaði mér hann að einum degi úti, sko. 56 ingredients. Laga mann. Varstu á Bender á hjólandi bar í London? Já, þú líka. Þú er basically að segja bara allt sem gerðist. Þetta er ekki spurningu. Þetta er, þannig, ég spurði ykkur hvort það hefur verið. Fólk hefur ekki séð hjólandi bar. Þetta er fyrsta skipti sem ég fór á hjólandi bar. Já, en svo kom það mér óvart. Þetta var drullu erfitt. Ég var kósveittur þetta. Ég myndi ekki gera þetta aftur. Ég fekk besta sætið á þessum bar. Já, það voru ekki petalar. Mér fannst þess að ég og Birski varum einhvern veginn að halda show going. Já, það var svolítið henni. Ég leit oft í hliður og menn voru bara þykjast hjóla, sko. Já. Ég hjólaði, sko. 1, 2, 3, 4, fokk, ég búið að gleyma the score. Hefur orðið 4-3 þá. Já, 4-3 veist neyða. Hefur orðið Lucky í miðjum Bender? Já. Þetta er ekki tengt. Þetta er ekki til London, sko. Við erum komin út frá því koncepti, sko. Við erum komin í allt annað koncept, sko. Við erum komin í heildarkoncept. Já, bara næsta spurning. Punktur á Steinda, punktur á Blöð. 5-4. Þetta voru mjög spennandi. Hefur lífgáð upp á Bender og flóið í business class en ekki monkey? Já. Sko, pituna við. Sko, 5-5. Ef að Steindi fær ekki punkt. Jú, hann var með okkur. Við vorum á leiðinni til fengum uppgrætt. Já. Hann er furðu oft í monkey, svona þú segir það. Nei, hann bara Þetta er alltaf punktur á hann. Ég er nú bara ég kýsa að vera Ég kýsa að vera í monkey. Ok. Svo, akkur kýstu það? Það er bara, erum við ekki bara Það er free wifi frammi. Já, ég er ekkert á wifi-in eitthvað frammi. Mér finnst bara mjög fint að fá sæti bara og fara með vilni. 5-5, þetta er miklu í allt innu. Sko, í keppninni í mæ það var 3-1 fyrir Blöð. Þú veist, 1 punkt Steindi þá. Þú rífaði vel í gangi The Benders greinilega. Halli var þetta ekki bæting og hvað, 3 mánuð? Já, ég meina í mæ. Á ég að þakka fyrir þetta júli, ágúst, seft og þetta er alveg bæting hjá stundum tíma. Þú gast ekki reikna hvað það var margir mánuð. Nei, ég er ekki að það voru. Hann veit ekki eins og eitthvað staðanis. Það er bara eins og að sé draugir. Sko, ég er þetta ekki bara eftir. 2 eftir. Nei, þú ert stig yfir. Ég fekk ekki fyrir jammið. Nei, 5-5. Hæ? Ekki? Ég hef aldrei fengið stig og ekki hann. Þannig að hann lítur að vera 6-5 yfir þá. Já, þetta er 2-6 yfir það. Þú Steindi? Hvað ertu rugglaður? Ég áttaði máli í vikunni. Ég er heimskari eftir London. Já. Ég er bara hægari og heimskari ennþá eftir. Ég takk mér svo 10 daga að jafna mig eftir ferðunar svona på það að gera frá heila það sem ég finna bara þetta núna. Skiptir miklu máli hver vinnur, er þetta ekki bara jafnumli? Nei, þú ert yfir. Elskari Benders það er mikið og byrjar aðfókardasmökkið 11:00 sharp. Sko það eru 7-5. Ég er ánægður með þetta. Það er ein eftir þetta er enn einn skitan sem hann ætlar að ná mér að
Ég byrja ekki 11. Þú byrjaði 11 síðustu jól. Nei, ég byrja ekki 11. Ég opnaði mér eitt jólabjór meðan ég var að hendi í sósurnar svona meitliti. Hvernig byrjar öðru í sig heldur en opnaði bjór? Já, ég meina, þannig byrjaði gæti en bensin. Það byrjar ekki bara að drekka bensín. Það er enginn í þessu stúdíu fullur jólin. Það er bara, þú færið jólabjór og færið kannski rauðinsglasi við pökkum og þetta er bara Þetta er, þú veist, bara family time, sko. Það eru 14 heima, það eru jólahefð, sko. Hvað er síðast að... Það er vitlis er þetta. Ég get ekki setja undir því að ég sé fullur með minni fjölskyldu á aðfangur. Það er bara því að fólki var að trúa þessu. Það er brekka bestenda núna. Ertu king og græjaði 35 mannsinn á The Bugs? Nei, en maður sem eiginlega skrá það á blöð en maður sem ég þekki græða blöð fæ eiginlega heiðurinn að því og þá er þetta bara komið 7-6 Steindir king of benders og það er 1-1 þannig næstu fyrir bendur sem vonandi verður aldrei það verður rematch og þá er 1 sigur á haus næstu fyrir bender sem verður vonandi aldrei við skuldum auglýsingar og svo höldum við áfram með þessa vitleysu það held ég að þetta er Drinking Clean sem á kannski vel við þáttinn í dag aldrei heyrst þetta lag áður en sveimið þá, fínasta lag en hvað gerum við alltaf eftir spurningakeppni Gilsarnarstrengir þroskaðalið fyrir styrlaðar staðrendir eitthvað svona smá þroskað og eitthvað sem kennir fólki og það er einmitt styrlaðar staðrendir og þær eru bara nokkuð áhugaverðar í dag Erstu með eitt rossaskítur okkur? Þegar þú segir að þá glemdi ég rossaskít Er það kokkan? Já, ég ætla að reyna að kokkan as we go Eru þið tilbúinir? Já, Ok, fyrsta styrlaðar staðrind dagsins 51% fólks notar texta þegar já, mér finnst þetta áhugavert helmingur fólks notar texta þegar það horfir á þætti eða myndir með móðumáli sínu og ég ætlaði sko að því að besta sem ég lendi í ef ég horf á bíómynd eða sjónvarpsþátt er ég byrja að pæla í því er ég að lesa textan eða ekki ég þóliða, þá fer eiginlega öll athygli mín á að horfa á textan, kannast þið við þetta? Er það? Já, ef ég byrja að hugsa er ég að lesa textan eða ekki? Mér finnst að ég bara að vera textið á öllu Já, líka að þú voru íslenska Já Myndur þú lesa hann? Því að málið er það sko því að það eru margir að bölva Þetta er 50-50 sko Já, núna ætla ég að segja fólki eitt sem ekki allir vita Það er óslega oftur að bölva íslensku þáttum hvað er hljóma ekki nógu þú veist, þú heyrir ekki nóg í fólki og allt þetta Þetta er allt mixaðir þættir upp á 10 Eina sem gerist er að þeir eru kerðir í gegnum þeir eru allir mónitoraðir á leiðinni út úr sjónvarpi Fattar þú, þannig að það er bara, þetta er mixað ekstra upp í stúdíónu í bæ og bla bla bla, svo er þetta kert í gegnum svona dæmi til að það skilur sig heim í sjónvarp og þannig gerist það ef þú horfir á þetta á veitum eða svoleiðist, þá er þetta ekki svona og líka íslenski leikar líka kvíslat Já Hvað er það sikki að segja sem ég Bara svo bandarískum bíum Þú ert bara svo, hvað, þú ert að hækka Þetta er bara svona bjöllinu kvíslið Jóhannes Haukur, hann sagði okkur að bara allir leikarar erlendir sem kom í blökastið þá sagði hann bara allir kvísla Þannig að hljóðmaður þarf að vera alltaf på 10 Þá er mögulega sniðut að hafa textan Það sem gerist í svona masteringum er og mastering tekur hæðsta hljóðið og tekur læðsta hljóðið og reynir að kompressa nær hvort öðru Þá stundu færið bara hefur ekki verið að horta sjónvarpið Þú ert alltaf að hækka og lækka Allt í nú koma auglýsingar Þá bara ærist allt í stofu Já, og stundum er bara kemur svo bara eitthvað atriði Eitthvað drónaskot og eitthvað tónlist Þá ertu bara, shit, þetta er að lækka eins Og svo hækkar ykkur díalógum King Biggie Tryggva sagði mig að svo í John Wick allt er döbbað Það er ekki ein sena sem er ekki döbbuð Þau tala bara yfir alla myndina eftir á það er mjög oftan Næsta, það er vísindilega sannað að rauður litur á kvenfólki þegar kemur að fötum fangar athygli karlmanna best Þannig að ef það er ykkur að skvísur að hlusta og er á lausu og ætla að fara á jammið eitthvað eða Rauður sexy í kjóll En rauð sexy silkiskýrt Ég sé steinda fyrir mig til að sé bara þröngu hvítubuxum Steindi á rauða skýrtu Rauð silkiskýrta með yfirvaraskegg Ég á rauða skýrtu God damn Það var ekki minnst á það Áðan, sko En rauð sexy Já, ég held þetta eigi samt við nú bara liti yfir höfuð ekki Já, ég held að rauður sé bara Hvað með liti yfir höfuð, það er sérstaklega rauðan Nei, hvað lítur Ef við lítum gluggan og sé bara manni í fjólblóðum jakkautum og tekið eftir honum Nei, en þú tekur betur eftir ef það er hvern fólk ég sagði þetta er vísindalega sannað ég held mér Það er ekki að tala með raskatunum Nei, þetta er eitthvað síða sem að fann á netinu Ég veit ekki hvað, þú voru ofta reynd að fakttjekka stjórnlega staðrindir hjá mér og alltaf feild Svo er það næsta, ólíkt því sem að fólk hélt já, þetta er verið þig Steindi þú mun dýrka þetta ólíkt því sem að fólk hélt gerði það ekkert fyrir þig að blása á tölvuleiki og vaffa á S-bólur þegar það virkuði ekki
Býttu nú við Þetta sko Ég blés helviti ofta á Í það Nintendo? Og þetta sturglu staðurinn, já, þetta bara Hennar skrúa drastlið þarna Maður enda skrúa alltaf hérna Já, herða á Setti þumalinn inn og hertir á hjólinu Nú eru glæð svona helmingur hlustendu okkar sem veit ekki eins og hvað erum að tala blása á tölvuleik. Það er mikið að young kids núna sem kveikja bara okkur Apple TV og ít að play Þeir fatt ekki að maður var á hnjánum að trakka videótæki oft í 30-40 mínútur til að geta hort á Die Hard og spóla tilbaka og vesen. En ég kannast svo við þetta að blása tölvuleik, taka hann úr Nintendo og blása. Já, ég blesa alveg stundum inn í tölvuna og líka Hvað kendi manni það trikk þá? Hvað rassu að skerði það? Þetta er breytt það sem urban myth. Svo opnaður tölvuna, skilur leikurinn ennþá í, opnaður og hreyfðir hann aðeins til og íttir á reset. Já. Þannig að blása svona vaff og össbólur og tölvuleiki og allt þetta sem maður gerði er bara allt manjör. Já. Ég ætla að call bullshit á það. Nei, en þetta er bara googlaði það. Nei, þú ætlar að búið til rosaskít. Nei, ok. Það er búið þetta til bara nú leidni. Já, þetta var helvítið gott ef ég hef búið þetta til bara as we go hérna, sko. Það er oftast bara íkvota prumpiki eða eitthvað svona kæftæði sem ég kemur í, sko. Það er líkilegt að það hefur komið. Seth MacFarlane, ég veit ekki hvort að þessi hefur komið áður en hún er það mögnuð. Seth MacFarlane sem er höfundur Family Guy, hann átti flug með annari vélinni sem flög á tvíburaturnana. Umbósmaður hann sendi vitlausan tíma á hann og hann var á geitun hans var lokað 10 mínútum áður en að mætti. Hann kom 10 mínútum á seint og það var umbósmaðurinn hans að kenna og hann átti að vera í annari vélinni. Þetta er rosalega. Ég er ekki vissum að þessi mólega hefur komið áður. Nei, þetta er bara með magnaðara, veist, hvernig he escaped death. Hann lítur að elska umbósmann, hann rekur aldrei umbósmannin sinna aftur, þó hann hafi skitið og sagt honum vitlausum tíma. Hann lítur að vakna alla daga skjálbrósandi. Eða hugsa bara, byttu að ég escape death, sko. Það er líka kannski ekki bara jákvæmt, sko. Þetta er auðvitað hefi hugsun til að bara hafa. Viltu meina á þetta hann escaped að sé að það eldan eins og í hérna, hvað hétt heldur myndin? Það hétt svo ógæslega mynd sem að fóru úr flugulinn að við sjá framtíðina. Það er meira ruslið maður. Svo er það næsta á þetta er mín uppáls. Þetta er uppáls sturglaða staðrind sem ég hef lesið. Frá upphafi? Já. Er hún á bíflugur það? Nei. Haltu ykkur fast, kæru vinir. Já, því að þið munum fatta mjög snemma af hverju í dýrkana. Því að ok, þetta er ömulegt fyrir fólkið. Þið kynna það, mér finnst þetta bara ok. Það er ekki ömulegt fyrir blöð? Bíflugur. Nei, jú, þetta er þetta ömulegt fyrir mig líka. En sko, fólk í Norður Kóreu má bara halda upp á afmælið sitt 2 ári. Það er 8. júlí og 17. desember. Því það eru dagarnir sem að Kim Il-sung og Kim Jong-il létust á. Þannig að þú ætlar að halda upp afmælið, þá ætlar að velja annarkvort 8. júlí sem er afmælið mitt. King Blue er í tóf málum hann. Já, ég geti búið í Norður Kóreu og bara haldið upp afmælið mitt. Og sko, hversu geggjað þetta verið 9. des en ekki 17. des. Já. Það er bara afmælstæð. Ég þurfti að flytja bara. Nei, hend okkur yfir 17. des, þetta er hann að rétt fyrir Christmas. Já, en þetta er 1-2 dagar sem mátt halda upp afmælið til Norður Kóreu. Heldur laumu afmælspartí. Já, bara, ertu það assassinate? Já, það kemur bara fólk bara maður sé að opna munni, ertu með köku eða? bara og þá ertu tekinn på skot. Bara hörðu við, ég frétta að var ammælisveislan á 3. hæð. Í álurunni. Þú sett ekki skotin en megum við trýtlaðinn eða er þetta bara, þetta er harlæslandið ekki þá? Já, en það er einhver smá túrismi. 1000 ferðamenn á árið, þú ekki setja The Raging Alcoholics þangað, sko. Það er bara, það er enginn að koma lifandi þar, sko. Það er einhverjir 3 menn sem ættu aldrei að fara þangað, það er við 3. Steindi myndi míga okkur að styttu og það verið búið bara. En þú færði ekki eitthvað svona túrist að lúka á þetta sé allt upp á 10. Sko það er eldi, þú mátt ekki setja neitt, þú mátt ekki vera með símaðinn, sko. Nei, Egil myndi bilast þetta. Já, Egil gæti ekki verið símalus í 2 mínútur. Það er ekki internet. Mástu við fórum í 56 Ingredients túrin. Hann þurfti að vera símalus í klukkutíma. Hann byrjaði að svitna. Já, það var heldur erfiður klukkutími, sko. Máttum ekki vera með síman. Þú gæst að geta sprengt upp hérna The Factory. Já. Komið einhver neisti og eitthvað. Ég var hljómað sem var ólíklegt, sko. Mér tókst að bæta 2 met í túrnum þar. Já, aftur. Mannst ekki að Já, og spyr og ofan og megst í þig. Já. Aldrei gest aður Þið var það einhverjum, megi í sí. Þú er bara mannlegur stenn þú. Hverju þið var að straða fyrir þetta gerist? Það er samt einhverju, þetta var eitthvað, ég held að það var krydd frá einhverju skógi úr Suður Asju. Og ég seti þetta, ég ætlaði að þefa þessu, ég þefi þetta og þetta skýst, kúlan skust inn í nefn. Og leið að gerist, þá kom 1 dropi. Ég megi ekki mig, þetta var á sama tíma, ég greip svona í öxlina og baby, bara fuck. Þú byrjar að leka smá. Já, í rauninni, sko. Snákar blikka ekki augunum. Sturlu staðrind. Aldrei sjá snák blikka augunum. Það er rosalegt. En hérna ekki séð að blikka að þú segir það. Nei. Svo var mópinn eða? Já.
Til að sofa, eða ekki? Ég veit ekki, en ef þau sofa þá sofa með opin augum því að þau blikka ekki. Nei, þeir eru á tánum. Það er einhver snilling til að segja það. Eins og staðan í dag eyðir meðal manneskja 5 árum af ævisinni á samfélagsmiðlum. Sturlu staðrind. Þannig að það er sko 24 tímar sinnum 365 sinnum 5. Það er 10 ár allavega eiginlega því að hann er mikið. Það meikir alveg sens, ég meina maður alla daginn eftir á miðlunum, eða ekki? Já, þetta er svolítið mikið, 5 ár. Svo hvað, er ekki önnum 5 ár sem út sofandi? Nei, það er meira. Þarna græði ég svolítið mikið því að ég er voða lítið á miðlunum og ég sef lítið. Þannig að ég er að fá extra hours. Þú lifir lífinu. Hvað notar þetta í þá? Ég? Já, hvað lífið? Já, hvað gerur það? Ég basically, það er alltaf gaman hjá mér. Já, ég veit það. Að vikslaðar hafa gaman. Svo er það síðasta sem er eitthvað ekki gott fyrir því stendi. Þetta er eitthvað bara geggja. Ég var ekki búin að hugsa út í þetta, en ég vissi náttúrulega ekki að þú myndi segja þetta, en nú kemur svona smá skellur á það sem varst að segja. Já, fólk sem sefur undir 6 tímum daglega er 40% líklegra til þess að deyja fyrir en fólk sem sefur á milli 7 til 8 tíma. Já, þannig að þú verður stittra með okkur þó þú sést minna á samfélagsmiðlum. Það var líka samningur sem ég tók, manst ekki? Hvað, sofa minna og hafa gaman? Ég er búin að gera samningin. Já, en það var bara þegar þú ætlar að borða það sem þú vilt. Nei, ég tók í hendina á bara the death sko, með þetta. Ég ætlaði bara að fá að lifa góðu lífi og fara hans við. Það var bara niðurstað sem sofa minna, borða það svo vil, þú tjekkið út aðeins fyrr. Já, bara veri ekki, veitu hvað, ég held að sé óhollast í þessu. Ég held að sé ekki gott að sofa ítrekkað og lítið og ekki heldur að ég geta óhollt og allt þetta dæmi. En ég held að sé ennþá óhollar að hugsa svona mikið um þetta. Já, við erum alltaf með þetta á heilanum. Já, ég held að það lið, það kveður helviti rætt sko. Já, svo líka til líð sem að held ég að bara lifi hundleðilegu lífi en lengur það því að það er að gera allt rétt sko. Já, myndur þú nenni að vera 200 ára og geta kála alltaf dag? Nei, það erstu bara hreinskilni, myndur þú nenni það? Það nenni þið bengin. Og ekki með að fara á bendir. Og ekki með að fara á bendir. Það er aldrei á bendir. Það er að fá hana meistar sem allir á 200 ára í spjall í blöðkastinu. Já, við erum að gera það. Hann er búin að ákveða allir á 200 ára. Já. Við þrír náum því ekki combined sko, því miður. En að velta steinum að fara yfir það. Við þrír náum 200 ára combined. Erum við með nafnið á honum? Við þurfum að finna 65. Það er þá 190. Við vinnum að finna 97 sko. Nú er gott að hafa Sverri Bergmann bara í hotninu sem er rift að blaðu. Ok, ef við náum allir 70 þá var það 210 ár. Stefnum á það. Steindi verður líklega svona 200 ára. Hann er pulsur í öll mál, séfur aldrei. Bara 200 ára. Hakkar svo gæja saman sem að fóðum í spjall. Ég er bara eins og lata sport sko. Ég mun matla þetta. Ég mun matla þetta bara rólega upp. Bara vesinast heimaður. Já, bara matla. Sko, drengir, við skulum endilega bókan í blöggastið. Ég er með fullt af spurningum. Fullt. Já, sérstaklega út af því ég hlustaði á viðtalið daginn. Og hann, svona okkur hluti sem hann fór ekki í eins og hann fór ekkert inn í the alcohol dæmis, hvort það var mælti með því eða ekki. Það er ekki jákvæmt. Já, sem veist Gunnar ekki sko. Við erum að velta þeinu með það. Já, fáum hann í spjallin, drengir, við skuldum auglýsingar og já, svo kemur King Múkisson hingað til okkar í spjall. Hárreitt þeirra að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, það er gestagangur hjá okkur drengjónum í dag. Rosalegu gestur mættur núna. Já, þetta er sko einn, ég sagði það eftir tónlistaminn okkar, ég held að þetta sé einn almennlegasta og þægilegasta manneskja sem ég kynst. Múkisson, verstu velkominn maður. Þessar að sæl, sömulegis. Hvernig ertu? Spil. Já. Ég er drullu góður maður. Það ekki? Jú. Sko, þetta er mjög ólíkt spjall. Við fengum þá einn í æskæs aðan. Ertu búin að fylgjast eitthvað með þeim? Maður kemst nú ekkert hjá því. Nei. Þeir eru allstaðar. Óþægilega sexy. Ruggulegir. Svona, fáum núna svona þægilegra svona spjallir til okkar. Ég skal reyna að víra mig upp. Vírað upp fyrir FM. Fyrsta spurning er alltaf bara hvernig ertu? Herri, ég er bara úgeðslega góður. Já, takk. Ég er bara drullu góður sko. Ekki? Jó, allir að koma til. Eftir erfiða viku sem við höfum rætt hérna í þættinum. Já, betur þið voru í rugli? Já, við vorum erlendi sér fulli sko. Það er að taka mig með eitthvað tíma maður. Já, þú hefði verið góður þarna sko. Já, þetta var rosalega. Ég er ekki viss og þú viljir sko ekki, þú veist, svona ángrín sko. Já, Múki hann höndla svona keislu sko. Menn fór í Ísafirði, þeir kunna hella í sig það ekki? Hvernig er það? Hvernig er staðan á því? Ég meina, við drekkum lítið helgar. Við erum aðalega á virkundum að fá okkur smá í tanna. Lífa vikuna. En sko, hann var að hafa mér núna á spurningikeppnum sem að eins asnalega hljómar. Það var bara King of Benders. Höndlað þú alveg nokkra daga í röð í svona stemmingu? Sko, í gamla daga gat ég endalaust. En það gerðist eitthvað. Ég er 47 ára eftir fertugt. Það er eins og ykkur hafi bara fokkað í stýrikerfinu. Og núna er ég sko, ef ég fer á 3 daga pakka,
þá ég bara átt. Það bara sama við erum að díla það eða ekki, hvað þér að þetta náttúrulega allir að þetta í þið færtu þetta óþólandi þetta var búið, partíð var búið þannig að fólk á að njóta það sem hennar getur það partíð má nú líka klárast ekki það ekki að vera endalust eigum að geta fengið okkur bara rauðvin og verið dannar og drulla okkur heim ég veit ekkert verra en að fá sér einn hvers konar geðveiki það fáum okkur einn og spjöllum ég þólið maður þarf eiginlega að fá sér 2-3 og fara yfir stöðuna og 4-5 það var með þess að hérna þegar við vorum í rappartíðin eftir tónlistaminn okkar þá varst þú eitthvað busy, gæst ekki en þú sagðir ég aldrei að fara að fá mér einn það bara, nú tekur það ekki mál ég get það ekki en hvað hérna, ný plata já, og hvað heitir platan? Platan heitir Yetuda Mia og hvaða fíling ert þið núna því að þú er farið bara viðan völl í svona tónlistasköpun já, ég myndi segja ég hef aldrei verið svona hress ég hef bara drepast úr einhverju kátínu og sprelligríni og ég held að eftir ég fór í þáttínu á þér hérna tónlistamennir okkar þá bara fór ég í þetta, búa til sprelligutt ég smitaði einhverju sprellir já, nei, þetta er ótrúlega ég hef bara ógeðslega ánægð með þessa plötu hún er super skemmtilega finnst mér já, og er hún minna rockuð og meira jolly eða hvernig myndir þú lýsa? Já, ég meina þetta er já, hún er bara svona hún er kannski sexy á köflum ef þú ert orðin einmitt fertugur og svo er hún væmin líka er eitthvað ástalögum og svona svo country slagari að menn er í feeling eitt slagari sem heitir Gúan og kallinn ég mæli með því ég heyra að þið eru greimað þunnir eftir ferðina í vikunni að tekka á Gúan og kallinum það er ég var að reyna að hætta að reykja og að líka reyna að minka drikkjuna þegar ég var að semja lag og gjörsanlega klúraði því upp á bak eitthvað ég var að reykja bak við bílskur heima þykjast að vera hættur, ég segi allir mig að vera hættur var ég náttúrulega langt í frá hættur var svolítið eins og þú með nikotín í ykkur svona loftformi plástrun, tyggjó og að reykja sko steindist það fyrir framann alþjóðan var hættur að veipa svo er hann að veipa þetta fyrir framann gestinu málega ég hætti að veipa því að það byrja allt innu að suður ég var eiginlega bara hann hrættur mér langaði bara að vera í opnur þegar ég var með þetta það byrjaði bara að sjóð úr þessu og ég var satt með auðvitað og mannst ekki það ég er hættur þessu ég er alltaf svo hrættur með þetta springi þetta er að springa já ég veit það en ég er viðurkenni núna ég er svona að smá bakslag og ég er bara svo mikil nikotífíl þú verður að hlusta á Gúan og kallinu og kemur heima eftir, fara í bað taktu veipið með þér ég ætla bara að spila Gúan og kallinu eftir spjalli en veistu hvað plötu ég hlustaði mest á? Nei það var Múgi Múgi já, út rock hundur nei þú veist, jú en bara ég man líka bara eftir hún kom út platan minnir ekki að svíkja mig bara, hún var svona leður já, ég fór upp í prentsmiðan 8 og þá hafði verið pantaði inn og ætlaði að fara að prenta biblíuna og fengur svo litla pöntun ég fekk að geggjaðan díla á þetta leður þannig ég notaði það í coverið það var sturla þetta var æðislega skemmtilegt að föndra það drasl en það er eitt sem við gerum alltaf við gesti sem að koma engað til okkar Múgi, Örn það eru hraðaspurningar og þá þarftu að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þetta eftir í hug það er stressandi því miður já, en þú ég svitna strax jakkafötum og skýrtu við vorum að ræða í blöðkastunum við þurfum að fara að læra að klæða við klæðum okkur alltaf eins og úlingar ég heiti Tómas Errun daginn ég myndi fara að klæða mig svo alvöru listamæður þetta er rosalega ég hef aldrei séð svona miklu virðingu í augunum á okkur áður það er eitthvað sem gerist þegar maður fer í svona tvít jakkaföt það er bara virðingu eins og maður verði Sigmund Freud það eru hraðaspurningar tilbúin segi bara fyrsta sem þetta er í hug besta bíómynd allan tíma besta bíómynd bara Dirty Dancing uppáhaldsmatur núðlur uppáhaldsleikari Patrick Swayze hvað drekkur á djamminu vodka uppáhaldslið í ensku Manchester hvað kveikir í þér þú hvað er næst í töðraður að vakna uppáhaldssjónvarpsþættir
Curb Your Enthusiasm. Hver er þinn helsti veikleiki? Til að vera latur. Hver er þinn helsti styrkleiki? Til að vera með rangkumundir. Uppáhaldslagið þitt með þér? Haustdansinn. Hefur þið skítið á þau upp á sviði? Já, heldur betur. Eru þið að sofa hjá dýri? Hvaða dýr eru þið fyrir valinu? Það er þið pottjætt einhver geggjuð svona sexy óragúti með stór brjóst. Hversu fallegur finnst þér þú á skalanum 1-10? Hversu fallegur? Já. Sko edrú, þristur, fullur 10. Og síðasta áttu hlutabrif? Nei, því miður ég á ekki neitt. Það er engin hlutabrif. Það er spurning sem Egil kemur oft með inn hérna í ræðspurningum. Þetta lögum mér hvort að menni í hlutabrif. Fæ maður eitthvað stiga, hvernig var þetta? Nei, þetta var bara virkilega vel svarað. Matrix Waze, heiðalegt, já, Dirty Dancing, Point Break. Veit í lífi mínu sem mynd sko. Já, Roadhouse maður. Já, það var endurger hana. Já, hann var endurger hana. Conor McGregor að leika inn. Já, ég held að hann sé að fara að leika þarna Bouncerinn. Ég man ekki alveg hvernig það var. Það verður mjög spennandi að sjá hvernig það gefur út. Hvort þið klúður þessu ekki. Hvernig ertu að fara að, eru tónleikar í vændum sem að fólk getur? Já, ég er bara að fara að halda upp á þessu plötu. Ég og Kristoffer Rodríguez, trommu perk meistari, algjör snillingur, svo kolkrabbi með 20 hendur einhvern veginn. Mega gaman að spila með honum. Við erum farað að lítið hring. Ok, hring í kringum landi. Við erum bara að fara alveg hring í kringum landi. Þetta fá miða á Mugison.is. Mugison.is. Endum hérna á Keksinu. Þetta eru bara svona litli tónleikar, 100 og kannski eitthvað manns. Já. Svona intimate. Hvenær endið á Keksinu? Endum hann í byrjun desember. Og svo líka í desember er að spila með Káká í Fríkirkjunni. Já, geðvitt. Þannig að ef fólk er að hlusta hvað sem er á landinu þá fyrir það inn á Mugison.is. Já, getur séð bara allt þetta hvað hann verður. Tjekkura á miðum. Við ætlum að enda þetta á læginu sem hann var að tala En áður í missi í Mugison og sagði upp á smátur verður núðlur. Ég sagði það bara svona 1, 2, 3. Þitt faglega mat. Hvað er bestu núðlurnar á Íslandi? Sko mér finnst Phoenix vera upp á staðurinn minn hann í bílsöða. Ég veit ekki hvað ég sagði núli. Þú elskar núðlur. Ég elskar sko hrísgrjónanúðlur. En ég sé aðeins eftir þessu kommentu. Ég er duglegur að slæta með hanga í hátteginu sko. Taka hlaðborðið og það er alvöru stemning þar sko. Við höfum taka borða saman. Taka samnámsfund þar. Já, fara í stöðuna og velta steinu. Ég dýrka að vera þarna. Já, ég veit það er ekki. Ég fæ mér yfir lambi þarna, svona lambi í grjónum. En ekki með núðlun þá Ég sé þetta sko. Ég hugsa, ég er mikill fiskimaður. Ég er svo hvað heitir það, pæla eða paella eða hvað. Ég dýrka það. En ég verð að standa við þetta, ég bara dýrka núðlur. Ég reyndar að hafa gaman þegar maður sígur núðlunar. Það getur verið gaman, 2 úlinga 17-18, en maður fer í það og þetta slettist út allt, þetta er gott spreð. Ég reyndar, ég tek undir, ég elskar góða núðlur sko. Já, það er bara þannig. Mugison, heiður að fá þig. Við ætlum að enda þetta á læginu af nýju plötunni sem að hann var að benda okkur á og það er eitthvað sem við ættum að tengja við drengirnir. Í þingunni sko. Já, í þingunni. Kíkið inn á Mugison.is. Heiður að fá þig. Þetta er, eins og ég sagði, bara eitt svo almennilegasti sem ég kynst. Mugison King alvöru legend maður sko. Hann er sturlaður. Mælið fólk, ég mæli líka með því að því að ég veit að hann var að gefa út nýja plötu þegar lið hrúast núna inn á Spotify og tjekkar á Mugison að fara líka í gamla stöfi sko. Taka alveg sessjón á Mugison sko. Þetta er snillingur en drengi. Það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustuna. Við minnum á blökkastið á þriðjudaginn og svo í næstu viku kemur út nýr bucketlisti. Það var hann Steindi, hann er nóg að vera í blökkastinu. Hefur við eitthvað að tísa, hvað gerist það? Það er ímislegt framöndan í blökkastur næstu. Já, við Steindi ætlum að hendi auka þátt líka sko, það eru komin 2 auka þetta í næstu viku. Við ætlum að setjast með rauðvín og fara aftur í svona spurt og svara sem að fólk sendir inn. Við hefum ekki gert það lengi. Stemming en nýr bucket og allt maður og þriðjudaginn straka þá verðum við líka alveg komið tilbaka sko. Já, erum við ekki mættið tilbaka? Ég er komið tilbaka, ég veit ekki hvaða væli þetta er. Ég er ekki komið tilbaka. Hel festur hérna. Við þökkum fyrir hlustin í dag. Talandi helgina þá minnum við á hamingjuballið hjá Víkingum annað kvöld. Þar verða við Steindi og Pretty Boy Choco og Páll Óskars. Það verður sturglustemming. Tjekkiði á miðasölunni. Já, þetta verður alvöru. Það verður að fagna þetta nokkrum Íslandsmeistaratillum og svo er þetta bara ball. Já, við bara það verður allt gefið í botna. Já, þannig að farið inn á Stubb og tryggið ykkur miða á það.
Ég ætla með þetta enda talandum Pretty Boy Choco, enda á nýjasta stuðningsmannalagi Víkinga og það er geggjað. Já, þar bara þökkum við fyrir okkur. Takk fyrir í dag.